Við erum komin hérna í heimsókn til hennar Freyju og ætlum að kynna aðeins hérna hvernig við notum efnið okkar. Við erum sem sagt með tvenns konar efni. Við erum með hérna timburkurl eða timburflís og svo hérna timburköggla sem við erum að framleiða. Og við erum búin að gera smá tilraun hérna í 2 stígjum hjá henni Freyju og hún er búin að vera að stúdera þetta efni svolítið með okkur. Hvað henni finnst gott að nota og hver kostnaður við efnið er og hver vinnan við að nota efnið er og svo þar fram til götunum og við erum svona, ætlum bara aðeins að sýna það hver afraksturinn er úr því. Og hérna, Freyja ætla kannski að segja okkur aðeins það líka hvað henni finnst efnið. Hún er aðeins búin að nota þetta. Við erum sérst búin að vera að búa til nýja hérna, línu í timburkögglum. Þeir hafa rosalega mjúka herslu eða þeir eru svona línir, verða fljótir í niðurbrott og stíjan sem slík er mjög fljót að verða að svona þurrkefni í botninn. Það er fyrir sumir sem að setja köggla í stíjinu sína eru kannski einhverja daga að fá sko upplausn í kögglana. Hérna sjáum við bara hvar hesturinn er búinn að standa sem mest og hérna eru allir kögglarnir búnir að brotna niður og hérna svo aðeins hérna fyrir aftan þar sem hann greinilega mýgur ekki. Hérna eru þeir ennþá aðeins harðir ennþá. Þá er gott bara að taka kannski þessa köggla sem eru ennþá á lífi, setja þá hérna aðeins undir og jafna í stíginni. Svona. Svo eru skítahrúgur þarna og við skulum bara fjarlægja þær. Kögglarnir hafa það að verkum, það er gríðarlega gott að epla úr stígjunum. Og það fylgir ekkert svona þurrkefni með og eins í flísinni eða kurlinu. Það er oft þannig þegar maður er að móka og epla á stígjum þá kannski kemur hellingur að spót með. Og hérna, það er náttúrulega tímir enginn að vera að móka spónunum bara út úr húsinu leið og hann er komin undir. Ég held að við séum nokkuð ánægð með þessa stígi hérna núna, menn hún er bara þurr og fín. Nú erum við bara aðeins búin að raka til í henni og virðist ekki vera mikill raki í henni. Þetta er það er svona samt gott að bæta örlítið á hana, kannski hálfu kíló í kílói. Þannig að við séum bara ánægð með þurrkinn í henni. Það er bara best að setja hérna undir. Þessi greinilega hesturinn er sem mest, það sem hann mýgur. Svona. Svo þeir sem eru aðeins sérvitur og vilja hafa smá lýsingu eða ekki stígjunum kannski alveg svona gráa og þungt yfirbragð, þá er ekki leiðilegra að taka hérna flísina frá okkur og sáldra bara aðeins yfir og þá líka gefur það aðeins skemmtilegri lykt og hérna og svona skemmtilegri. Og hérna ætlum við bara aðeins að sáldra yfir hérna til þess að ná henni svona aðeins lýsingu upp í hana. Það er ekkert eitthvað mælt í kílóum eða eitthvað, það er svona aðalþurrkefni í þessari stíu er búið að vera kögglar. Síðan við svona byrjum þeim tilraunina. Svona, þá má bara Jarpur fara inn aftur, sæll og glaður, er það ekki? Ok, þá erum við bara komin í sem sagt bara flísina, sem líka, eða kurlið. Hérna erum við með stíu sem er ekki búið að snerta núna í sólarhring. Hérna undirbjöggum við þessa stíu með bara kurli og settum reyndar örlítið af kögglum svona bara fyrir miðju. Okkur fannst hún vera aðeins blaut þar í miðjunni og settum örlítið af kögglum þar og það er greinilega bara í flottu standi. Hún er svona aðeins rök hérna fremst og komin alveg tími til að gera eitthvað við hana. En mjög þurr og góð, hérna er grár hestur og hann er mjög hreinn og fínn eftir nóttina. Það spurning fyrir vinnu fyrir hvern? Já, nákvæmlega. Við tökum þetta bara aftur svona.
Úps. Við hjá Spot.is vitum það náttúrulega að þessi kostnaðarliður í hverju hesthúsi gríðarlega mikill og við viljum reyna að gera allt sem okkar valdi stendur til þess að verða hestamönnum innan handar með góð þurrkefni og gera sem allra best í kaupum og kjörum og vera með góða vöru. Og við erum gríðarlega montnir með kögglan okkar þar sem við höfum ekki ennþá fundið köggla hérna á landi sem eru sko sambærilegir okkar kögglum hvað þurrk varðar. Því að þeir eru það magnaðir í upplausn og gríðarlega mikil svona raka binding í þeim. Sérst ég svona, ég sé að það gott að taka hérna þurrefnið og setja það inn í miðjuna. Hér alveg hellingur af efni sem maður svona ýtir stundum frá þegar hesturinn eitthvað að brölta í stíunni og það var eins gert hérna í þessari stíu eins og í hinni stíunni sem við vorum að gera tilraun á að við brauðluðum aðeins hérna. Við létum fyrst stíurnar aðeins vera í friði og fengum þar aðeins til þess að verða rakar svo við getum sýnt fram á það að efnið sé að virka. Og við brauðluðum svolítið hérna og nú sjáum við að það hellingur af efni hérna sem maður getur nýst fyrir næsta sólarhring og lengur og það eins hérna að það voru kannski sett svona hálfur spónabóki til þess að svona á stíginn á stað og svo bara núna finnst mér að stíginn þyrfti bara aðeins svona bæta á hana, ekki mikið og þá er hún bara klár fyrir nóttina. Þeir eru með fóðurbætisausu og hún telur hálft kíló. Ég myndi halda að við þyrftum svona 1,5–2 kíló í svona stóra stíu sem er í þessum standard. Þetta eru komið 2 kíló í hana. Það má nú vera með eitthvað betri áhald í þessu líka, fólk nú með þetta í skóflu eða eitthvað svoleiðis og dreifir þessu undir. En þetta að koma mjög vel út eftir nóttina. Ég er gríðarlega ánægður með það að stígan sé á þessum stað. Og svona, þú veist, hún er ekki einhverju drullu. Ef við sjáum hérna núna í þessi stíu, þá var þessi stíga bara keyrð á kögglum. Svo sáldraði ég örlítið flís hérna yfir hana til að ná lýsingunni yfir hana. En við erum með, sem sagt, konum með svolítið góða reynslu af því að blanda efninu saman. Og þá kannski kögglarnir svona undirstaðan í stíginni. Og við erum að selja þetta núna á brettum, sem sagt við vorum bara með spónabretti og svo kögglabretti. Svo erum við konum með nýtt bretti sem þá blöndum við vörunni saman og það heitir kombóbretti. Og þá eru 15 sagpókar og svo eru 5 kögglabókar í þeirri stæði. Ég er búinn að vera með kurli bara eitt og sér í mörg ár. Nýbúna mánuði síðan, við fórum að pröfa kögglana. Af því að þá einu og sér kunni ég ekkert að nota. Ég verð nú bara að viðurkenna það, þú getur klint út af sér. En það er greinilegt að þetta virka vel saman. Og ég held, sem sagt, ég var alveg mjög ánægð með kurli eitt og sér, en þegar ég bætti kögglunum í og stígan var komin í svona form eins og þeir eru búin að vera að búa til og hjálpa mér að búa til, þá hefur þetta bara virkað ennþá betur. Og ég sé það bara á hestum, þeir einfaldlega liggja meira. Af því að stíðan, þeir eru svolítið bara mælikvarði á það. Hvílast betur. Og það segir mér allt. Þeir eru hreinir og hvílast vel af því að stíðan er alltaf þurrar. Og sérstaklega það kannski fólk gerir sér grein fyrir því líka að það þarf alltaf aðeins meira undir 2 hesta í stíu heldur en 1 hest.
það er ágætt að gera sér grein fyrir því þegar maður bara byggir hesthús eða allar hafa tveggja hesta eða eins hesta stíu. Það bara tekur meira aðeins meira til sín. Það er sparnaður í upphafi en kannski minni til lengri tíma. Lítið. Ég er búin að gera góða tilraun með þetta. Hvað er að fara í svona tveggja hesta stíur eins og þessar og eins hesta stíur? Hvað ertu að fara með mikil spæni á dag? Það hefur verið svona, þegar að stíjan þegar maður á að bröðla svolítið í upphafi meðan maður er að ná stíjunni góðri og síðan er ég að nota cirka 2 kíló af, eins og þegar eins hesta stíjan góð þá er bara 1 kíló af höglum á móti bara sáldra bara hinnu yfir til að halda henni þurri en svona kannski 3 kíló í tveggja hesta stíu. Ég held að sé óvænt að segja. Já. Og já, ég myndi segja að það væri sirka svoleiðis. Svo dálítið mismunandi, sumir hestar bara einfaldlega eru meiri sóðar en aðrir eða stíðunar eru blundari. Einum hesti allt þurft og ég þarf minna og svo meir undir annan hest. Það er bara, þeir eru ekkert verið sem við með það. Misreinleg. Að hestamenn allir sem eru að eiga við stíðirnar sínar, þetta er bara svo stór kostnaðarliður í að halda hesthús og við og allir vilja hafa þetta þarf að vera ódýrt og það þarf að vera þurrka og hérna erum við komið með mjög gott efni á mjög góðu verði og ég bara mæli með því að fólk fari bara inn á heimasíðun okkar, spot.is og kynni sér heimasíðun okkar þar sem við erum að gera það og þar liggja öll verð og þar er þetta að panta í alls konar einingum og alls konar stærðum. Allt frá 200 kíló sekkjum upp í 600 kíló sekki og niður í 17 kíló einingar í smá litlum einingum og leita tilboða síðan til okkar þá í símanúmerun okkar. Þetta sést allt inn á heimasíðuna okkar, sport.is. Ég get svona líka upplýst ykkur um það að það er mjög góð þjónusta hjá spón.is. Maður þarf ekki að fara að eldast við svekkina eða pókana eða einn bagga. Þetta er bara... Fannst ekki stóra breyting þegar ég tók við boltann? Jó, kemur inn að dyrum og Siggi og þú, hann er alltaf alveg nýstakur. Hann er nýstakur. Já, það er mjög góð þjónusta. Gott að fá þetta bara inn í hesthús og maður þarf varla að taka á móti því. Það er bara búið að koma þessu fyrir hjá manni. Mjög ánægð með það. Það er flott að það er ekki einu sem blautir í rigningunni. Það er ekki eins og því skítur. Sérðu það ekki?